Þetta er verkefni 1 í Excel. Þið þurfið að setja þetta verkefni upp sjálf frá grunni. Við vorum búin að gefa síðunni heiti og setja haus og fót og svo framvegis. Þannig að nú skrifið þið inn texta og þið byrjið á að skrifa hér sala á skóm. Síðan skrifið þið mánaðarheitin hér. Og samtals. Þegar þið byrjið að vinna í Excel í auðu skjali og þá sjáið þið að textin hér, hann fer yfir í B-dálkinn. Hérna er textin stuttur. Hver dálkur tekur 8,43 stafi. Þannig að við þurfum að breikka dálkinn á eftir þegar við erum að skrifa texta ef hann kemst ekki fyrir í honum. Og þið þurfið að skrifa inn textan í næstu línu líka og ég var búin að líta fyrir mér og það bara afrita hérna. Kemur hérna, svo við sjáum hérna gönguskór. Við sjáum hér upp á ritlínunni að það kemst fyrir hér, en það klippir af því að það vantar upp á, þannig ég ætla að breikka dálkinn. Það er hérna á milli, svona. Síðan ætla ég að sýna ykkur hvernig við mótið fyrirsagnirnar. Hérna sala á skóm. Þetta á að vera fjölmiðjað yfir A til E-dálk. Og smelli ég hér. Bendillinn er feitur kross og dreg ég hann yfir hér. Ég smelli á Merge and Center og miðja ég á línuna. Og ég ætla að hækka línuna. Svona. Og miðja upp á línuna þetta, þannig að þetta lenda á miðri línu og flýtiskipunin er hér, middle align. Ég ætla að feitletra og ég ætla að stækka í 14 punkta. Það kemur þetta svona. Og ég ætla að feitletra fyrirsagnirnar og hægri stilla þær og nema þær hérna við tölurnar. Ég var búin að breikka dálkinn hér, ég þarf ekki að breikka hann, allavega ekki strax í þessum dálkum. Og síðan ætla ég að setja inn formúlu hér, að leggja tölurnar saman, þessar 3, og smelli í hólfið sem niðurstað stöðutalan á að koma. Og hér upp á home-flipanum er autosum hnappurinn, þannig ég smelli einu sinni á hann. Og þá sé ég að það kemur hér jafnvægismerkið, sama sem summan af tölunum í B3 til D3. Tvípunkturinn í Excel þýðir til og ég á eftir. Og ég smelli hér í hólfið og ég get afrita formúluna niður. Og þegar ég afrita, þá er bendillinn svona mjór kross og ég fer á hotreitin hægra megin og dreg niður. Og leggur hún saman tölurnar í B4 til D4 og svo framvegis. Nú ætla ég að leggja þessar tölur saman, smelli ég hér í B6 og ef ég tvísmelli þá kemur niðurstöðutalan, en ef ég smelli einu sinni þá sé ég, það er oft ágætt að sjá ramman í kringum tölurnar sem við erum að vinna með og síðan afrita ég þær til hægri. Og til að setja 1000 punkta en lesturinn verði auðveldari, þá afmarka ég textan og ég fer hér í number. Hérna í number haka ég við use 1000 separator. Og sjáum við að tölurnar eru læsilegri. Ég ætla aðeins að breikka dálkana, þá get ég smellt hér og dregið yfir og dregið hérna örlítið til hægri. Og sjáum við að það loftar aðeins meira tölurnar. Ég ætla að setja ramma í kring hér, það er hérna í borders og ég ætla að setja box border. Hér ætla ég að setja bara grannalínu í kring, þannig að ég fer hér og ver bottom border. Sama hér, bottom border og ég ætla að feitletra orðið samtals. Í bókinni hef ég skipt hólfin og stækka letrið og það á bara að vera til að sýna ykkur að þar eiga að koma formúlur. Þar eigið ekki að skrifa tölurnar.
Og ég ætla aðeins að hækka hérna línuna hér. Og þá lítur þetta svona út. Og ef einhver af þessum gefnutölum breytist, þá breytast líka niðurstöðutölurnar sem að tengjast við hólfið. En ég ætla að rista.